Góðan dag. Þá tökum við seinni hluta Fálabers og við vorum komin hingað. Við ætluðum að búa til formúlu fyrir þessari hérna röð sem kallum S2 og reglan er sú að við höfum talningar í veldinu 2. Almennt er röðin SJ, talningar og hver og ein í veldinu jóð, og sem jóð er náttúrulega tala 0, 1, 2 og svo framvegis. Og það sem að Fálabert tókst að gera var að finna leið til þess að búa til lokaform sem að urðu margliður fyrir eins langt og svo sem menn bara eiginlega listi að telja, og hann fór upp í 17, segir sagan sjálfur. Og síðan í dæmi 9 í því segir að við höfum að gera ráð fyrir því að við höfum fundið formúlur fyrir S0 sem er þá bara 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n sinnum. Þannig að formúla fyrir hana er þá n sinnum 1. Og F2 það er lokaða formið fyrir 1 í fyrsta + 2 í fyrsta + 3 í fyrsta + 4 í fyrsta, alla leið upp í n í fyrsta veldi, þannig að þetta er bara summa talningana 1 + 2 + 3, alla leið upp í n, og hana þekkjum við. Og við erum að nota það til þess að reyna að finna þriðju Fálabörðina fyrir þessa. Og við skulum gera þetta frá grunni. Það segi ég tek nú aðeins saman hérna þessu við höfum, allt í lagi. S0 það er bara þessi röð hér, 1 í 0 + 2 í 0 + 3 í 0 og alla leið upp í n í 0. Og 1 í 0 er 1, 2 í 0 er 1, 3 í 0 er 1 og svo höldum við áfram alla leið upp í n í 0 sem er 1 og svo teljum við hversu oft er þetta. Stendur hér n sinnum. Þannig þetta er n sinnum hvað? 1. Og svo var þetta táknmál innleitt löngu eftir að Fálaberi var fallin frá. En við teljum þá k hleypur frá 1 upp í n og hver er almenni liðurinn? Hann er k. Í hvaða veldi? 0. Fínt er. Og svo séum við, eða reglan er þannig að við ætlum að kenna lokaða formið við veldisvísin í formúlunni. Það er að segja ennið sem hefur hæsta veldisvísi. Þannig það er, nú skilgreinum við, þetta verður bara n. Auðvitað er S0 af n sama og F1 af n, en við viljum samt gera þennan greinamun. Þetta er röð, nefnilega þessi, en þetta er lokaform, nefnilega þessi. Og af hverju máttu við gera ráð fyrir við þekktum F2 líka? Það er bara stutt að sækjan. S1 er þá, hvernig vísir, og hérna hefur þá skrifað 1 í fyrsta + 2 í fyrsta + 3 í fyrsta og alltaf svo áfram þangað viljum hætta n í fyrsta. Nú er þetta ekki alveg auðljós hvað formúla verður og
ef við setjum þetta með sumutákni þá teljum við frá 1 upp í n og hver er almenni liðurinn? Hann er k í veldinu 1 og þá skrifum við bara k. En við sáum formúlu fyrir þessu í Pascal-þríningnum og við skoðum hérna nú bara enn eina leið til þess að gera þetta. Þá tókum við afrit af röðinni, ef við gerum það bara aftur og lítum á þá þetta svona sem rétthyrninga eða einhverja kubba sem við röðum upp, nema við röðum þeim í hina áttina 1 og kannski þá kjörið að sína næst síðasta liðin n-1 og n og ég ætla þá kannski að sleppa þristinum á móti, það þvælist bara fyrir, við vitum þannig er þetta og teljum þá hér 1 pluss 2 pluss og alveg þangað komin að næst síðasta lið, hann er n-1 og svo pluss n og svo leggjum við saman lóðrétt. Þannig að ef ég sleppi nú sumutákninu, það er bara fyrir okkur og færi þetta allt aðeins til svona, þá sjáum við að S1 pluss S1 eru 2S1 og svo veljum við þetta svona 1 pluss n eða kannski skrifa frekar n pluss 1, skiptir þetta engum máli. Næst fáum við 2 pluss n mínus 1, það er n pluss 1 og það sem er óskrifað 3 pluss n mínus 2, það er n pluss 1 og svo höldum við áfram. Skulum láta þetta standast á svona eins og hægt er og þá erum við komin að næst síðasta lið og við höfum n mínus 1 pluss 2, það er n pluss 1 og hér n pluss 1 og hvað er þetta oft? Ég það búið að greina frá því, þetta eru n margir liðir, þannig að þetta er ekkert annað heldur en n sinnum hvað? N pluss 1 nú endur tekin samlagning sömu tölunum með sjálfa sig skilgreini margföldun, þannig þetta er n sinnum n pluss 1 og ágætt að nota það sem átt að tákna þá sinnum og þá er þetta komið við deilum í gegn með 2 og fáum S2 af n er n sinnum n pluss 1 og við megum sleppa margföldum tákninu, svíginn kemur í staðinn og svo deilum við með 2. Það sem Fálhæpa gerði var að margfalda upp á svigum, þannig þá fáum við hálft n í öru pluss hálft n og hann lítur á þetta sem annars stigs margliðu næsta veldið í breytunni n og þá að því að lokaformið er komið þá fáum við nýtt nafn. Fyrirgefið, nú er ég að vanda mér, þetta var 1 auðvitað og þetta var 2 þannig að tvistur hér og tvistur hér
og almennt fálhabermargliða fyrir SJ. Þú fær nafnið F með fótskrift J-bóksi. Nú, við höfum kannski bara smá innskot að þegar við kunnum formúlur fyrir einfaldar raðir, þá getum við oft búið til formúlur fyrir flóknari raðir. En þetta sem við gerðum hér fyrir S0 og S1, það gengur ekki fyrir S2. 1 í öðru pluss 2 í öðru pluss 3 í öðru, allar leið upp í n í öðru. En almennt þekktu menn á þessum tíma eðlilega. Þetta svona innskot og kemur þessu kannski ekki alveg við, en við getum nú kannski vilja að vita hvernig hlutinni ganga fyrir sig. Segjum við ætlum að leggja saman allar oddatölunar. Hvernig getum við notað til dæmis það sem komið til þess að gera það? Jú, þá notum við það að við megum liða. Við getum auðvitað skrifað út. Ef við skrifum út k jafnt og 1, þá fáum við hvað? 2 mínus 1 sem 1. Ef k 2, þá fáum við 3. Ef k 3, þá fáum við 6 mínus 1 sem 5. Þannig að við höldum hér áfram alveg þangtölu konum í 2n mínus 1. Og hér getum við þetta skrifað þessa röð upp aftur. Það er í þessari röð og lagt saman. En þar sem að það er fast bil á milli liða, þá gengur, það er alltaf 2 á milli liða, þá er þessi hérna aðferð alltaf möguleg. En það er annað sem er eftirsóknarverðara til þess að finna lokað formið fyrir þessar. Það er að nota það að reikna summur er línuleg aðgerð. Og línuleg aðgerð, ef þetta er bara einhver aðgerð, línuleg aðgerð, og tekur inn einhverja breytur, x plus y, þetta er fyrra skilyrði sem að línuleg aðgerð þarf að fylla, við erum eftir að sjá þetta oft, að þá skiptir ekki máli hvort að við leggjum fyrst breyturnar saman og beitum svo aðgerðinni, eða hvort við beitum aðgerðinni á hvora breytu fyrir sig og leggjum svo saman. Hitt skilyrði fyrir því að aðgerð sé línuleg er svo að ef að L er einhver aðgerð, sem uppfyllir það ef að A er tala, X er hins vegar einhver breyta, að þá skiptir ekki máli hvort við margföldum fyrst með tölu við breytuna og tökum svo línulegagerðina, eða að reikna fyrst út það sem aðgerðin gerir við x-ið og margfalda svo með A, eins og A kom út fyrir L. Og raðir hafa einmitt þennan eiginleika. Og svo margt annað. Venjuleg margföldun hefur þennan eiginleika. Það með segja ef að L er til dæmis það að margfaldin í sviga. Ef L er til dæmis þessi aðgerð, að taka tölu T og margfaldana við eitthvað. Og X og Y eru til dæmis tölur eða föll eða hvað nú heitir.
þá er þetta bara hreinlega dreifregla. T sinnum x pluss tala sinnum y. Svoleiðis að venjuleg margföldun uppfyllir þetta, og hitt er það að ef ykkur tala a er gefin og hér er kannski fall, en að margfalda fall með tölu er alveg það sama, og að margfalda fyrst fallið með tölu og taka svo síðan a-ið eftir á. Í tölum er þetta bara einfaldlega víxlregla. Hvað meira gæti átt við? Jú, raðir hafa einmitt þennan eiginleika líka. Að ef að við höfum röð, táknum við bara svona, formúlan fyrir röðin er xk, sem það væri bara 2k, til dæmis í þessu tilviki, og það er einhver önnur röð, ypsilon-k, og hérna getum við haft eins og áðan en marga liði, þá megum við, annars vegar leggja liðina saman, kannski er það einfaldara í sumum tilvikum, og þessar almennu formúlurnar og svo láta k-in hlaupa, en við megum líka reikna út summu hvorra raðar fyrir sig. Fyrst reiknum við þessa og svo reiknum við út hina. Það kemur alveg að sama út. Og fyrir raðir með n liðum, ef við til dæmis margfaldum röðina xk með einhverju tölu, kvöldum töluna bara a, og hérna sjáum við liðvísana. Margfaldum fyrst með tölu, svo leggjum við saman n marga liði, svo leggjum við inn upp í n, að við megum alveg eins reikna fyrst bara út úr röðinni, leggja saman alla liðina og margfalda svo niðurstöðuna með tölu. Þetta er svo kallar seinna skilyrði fyrir línuleika. Og það sem að skiptir okkur máli síðan er að aðgerðir eins og deildun og heildun erfa þessa eiginleika línuleika frá röðunum. Skoðum það betur á eftir. Nema hvað? Nú er ég bara að setja fram hér á formlegan hátt það sem ég ætla að gera hér núna. Þetta get ég gert og ef ég hef góða greið þá get ég bara lagt þetta saman. En mér langar líka í loka form. Þá byrja ég aftur. Ég get skrifað nefnilega k lifur 1 upp í n, hérna við 2k mínus 1 og nú beiti ég þessu. Það er að segja fyrra skilyrði fyrir línuleika. Ég má, við getum séð að það kemur nákvæmlega eins út eins og bara að margfalda með þessari aðgerð inn í sviga. Þannig ég hérna 2k mínus 1 og k hleypur frá 1 upp í n. Og hér hef ég tölu, hér er breyta, eða hlaupari, og ég má taka töluna út fyrir summutákn. Þá fáum við tvist og summan hleypur frá 1 upp í n eftir sem áður. Og þessa summu þekkjum við. Þetta er bara n, fjöldaliða er n, og þessa hérna summu þekkjum við og lokaform hennar, það er n.
sinnum n plus 1 deilt með 2, þannig að tvistirnar hér styttast út í nefnara, þannig að þetta verður n sinnum n plus 1 mínus n margföldum upp á svigum fáum n í öðru plus n mínus n mjönd n í öðru. En við myndum að skoða það síðar að þessir eiginleikar oddatalana 1 plus 3 plus 5 ef við leggjum saman n margar eða n fyrstu samlíkjandi oddatölunar þá fá alltaf ferningstölum, það er að segja talningu öðruveldi. Og við prófum þetta hér. Þess að við leggjum saman 1 plus 3 plus 5 plus 7. Þá þarf ég bara aðtöku hvað eru margar oddtölur. Þar eru 4. Þannig að þá veit ég að svarið verður 4 í öðruveldi. En aðtöka 3 og 7 eru 10, 1 og 6 eru 5 eru 6 og þetta er líka 16. Þess ég ætlaði að segja er að bæti nú aðeins við ætlaði að gera verkefnið þetta handókurinn ætlaði að hafist nokkuð en það sem var kannski bara bæti hér þó við fyrst ég nú með þetta í kollinum það er nákvæmlega þetta sem Galileo gerði áður en hérna menn fengu allt þetta fína táknmál var að til að hann tók setja svona til einföldunar hann tók kúlu og svo leta hann kúluna velta og hann byrjaði að mæla hér inni punktur og svo veltur kúlan hann eldi punktinn svona snýst svo þegar þessi punktur er aftur komin í efstu stöðu þá var það 1 tímaeining kúlan veldur og eitthvað punktur hér upp á rúlar þá með og hann er aftur komið hér upp á þar að segja kúlan er búin að rúla einu sinni velta einu sinni og það kallaði hann 1 og svo var bara að kvarða þannig hann fikk hérna 1 2 3 4 5 og þessum að og svo hafði hann vassklukku dróparnir féllu þetta var bara ákveðin tími og svo byrjaði kúlan að velta á næstu tímaeiningu þá fór hún 3 einingar á 3. tímaeiningum fór hún 5 teiningar á 4. tímaeiningu þá fór hún 7 tímaeiningar og út frá þessu tókst honum að leiða út að vegalengd sem farin stendur í réttu hlutfalli vegalengd sem að kúlan fór á brettinu stendur réttu hlutfalli við tíman í öðru veldi en nú var ég að hætta þetta kemur málun ekkert við en það var lítill sögu róðleikur nema hvað en við verðum aðeins átt okkur á því hvað menn kunnu og hvað menn gátu og svo framvegis og reyndar var á þessu tíma formúla þekkt þar að segja fyrir S2 Arkimedes hafði fundið það sem sagt 1 í öðru plus 2 í öðru plus 3 í öðru höldum áfram upp í n í öðru sem sagt ef við leggjum saman hérna er einingaferningur og hér er þá 4 einingaferningar og svo koma næst 9 einingaferningar og svo leggjum við saman upp í eitthvað ákveðið n og þá skiptum við 1, 2, 3,
alla leið upp í N. Svona. Hvert eru heildarflatarmálið? Og formúlan fyrir þessu verður, ef að margfalda upp úr svigum, og við ætlum reyndar að smíða þessa formúlu, en hún verður 1/3 n í þriðja pluss hálfur n í öðru pluss 1/6 n. Og kannski horfði Faulhaber á þessar 3 saman. Við getum bara velt þessu fyrir okkur. Og hugsaði með sér, ég hér einhver kerfi. Það að segja að við stillum þeim bara upp fyrir okkur. Getum við giskað, og það hefur oft reynst okkur hapadrjúgt að reyna að giska. Og ég segi reyndar ekki alveg satt, ég bara man það núna, að þessi var allavega þekkt í Arabaheiminum, að F4 þessi hérna í öðruveldi, og við margfaldum upp á svigum, þá fáum við 1/4 n í fjórða pluss hálft n í þriðja pluss 1/4 n í öðru. Þannig kannski hafði Faulhaber þetta fyrir honum. Og hér má með því að horfa á þetta góða stund kannski giska á að næsta, þar að segja Faulhaber margliða, sem sagt formúla fyrir þessari hérna röð S4 n sem þá 1 í fjórða pluss 2 í fjórða pluss 3 í fjórða alla leið upp í n í fjórða gæti verið fjórðaveldi, þriðaveldi, annaveldi, fyrstaveldi, 1 á móti 1, 1 á móti 2, 2, 1/3, 3, 1/4, 4. Er þetta hugsanlegt? Og ef við skoðum næst hæsta veldið í hverju margliðu, stuðlan er hálfur, stuðlan er hálfur, stuðlan er hálfur, gæti þetta verið hugsanlegt. Og svo nú kannski orðið erfið að sjá 3, 2, 1, 4, 3, 2, hvað þar næst hæsti stöðullin, hvað formálinn fyrir honum. En Faulhaber tókst út að sjá að það gengur alltaf upp, það er 12 hérna og n í þriðja þá. Og jóðið, þetta er j plus 1, er 1. Og þannig að það gengur ekki hér. Og hérna. En þá er það líka regla að það er einhver fastaliðir í margliðunum. Alltaf leið. 3. Jóðið er stangtiltekið, þetta er alltaf á forminu j plus 1, jóðið þá 2. 2/12 er það sem á 1/6. 3, 4, hérna við 3, þá jóðið 3. 3/12 það sem á 1/4. Þannig að er hugsanlegt að hér sé 4/12. Að segja
1 þriði og það var rétt. Nema hvað, nú erum við bara að stilla þess að kíkja á eitthvað sem að við vitum ekki og nú smíðum við fálabærin. Nei, við vitum þetta ekki heldur. Strókut. Og við byrjum þá að líta á þessa hérna röð. Ég er að leita F3. Og það kíkja þessa röð. Í þriðja. Mínus K mínus 1 í þriðja. Og ég tar síðan allt innan úr henni. Efnilega að við skrifum út, hvað er þetta? Ef að K-ið er 1, þá fáum við 1 mínus 1 sem er 0. Þá fáum við 1 í þriðja mínus 0 í þriðja. Þetta skrifum allt út svona meðan maður að æfa sig. Þetta gerist þegar K-ið er 1. Var ég búin að... Nei. Og svo er K-ið 2. Og þá fáum við 2 í þriðja mínus 1 í þriðja. Setjum bara inn 2 og þá 1. Og við höfum svíga þetta maður til þess að halda þeim svona frá hrennari til að byrja með. Og svo setur hann inn K jafnt og 3. Þá fáum við 3 í þriðja mínus 2 í þriðja. 3 í þriðja mínus 2 í þriðja. Þetta var ef að K-ið er 3 og 4. 4 í þriðja mínus 3 í þriðja. 4 í þriðja mínus 3 í þriðja. Og hér höfum við K-ið er 4. Og ef að K-ið, ef við skrifum K jafnt og 5, þá fengjum við 5 í þriðja mínus 4 í þriðja. Látum þetta ógert og reynum að sjá frekar út reglunni eða rökstuðina. Förum hingað núna í næst síðustu talninguna, það er þá n-1. Við setjum n-1 hér inn, þá fáum við n-1 í þriðja. n-1 í þriðja og n-1 hér inn, þá n-1 mínus 1, bara n-2. Lús í mínus n mínus 2 í þriðja. Og þetta var sem sagt þegar K-ið var komið upp í n mínus 1. Og svo lokum, þegar K-ið er komið allarlega upp í n, þá fáum við náttúrulega bara n í þriðja mínus n mínus 1 í þriðja. Svo. Það er meitt af að svega hann svo sem. n í þriðja mínus n mínus 1 í þriðja. Þetta var þegar K-ið er orðið n. Og hvað gerist? Við fellum allar þess að sviga og svo går núna við þessi K og náttu okkur á hugmyndinni og þessar slaufur svona og losum okkur alltaf sviga. Það er plús fyrir fram alltaf sviga, þannig að það breytast ekki í formerki eða neitt. Og nú tökum við eftir að liðirnir hverfa fætur öðrum. Hér er 1 í þriðja og hér fer hann. Hér er 2 í þriðja og hér fer hann. Hér er 4 í þriðja og við sögum frá því að hann dragist frá hér. Við setjum K jafnt og 5. Og þetta gengur svona. Alveg þangtur komin að næst síðasta lið, þá fáum við n mínus 1 í þriðja og hér fer hann. Hér á undan var liðurinn plús svigi n mínus 2 í þriðja og hér fer hann.
Þannig það eins þessi hér eftir. Og reyndar mínus 0 í þriðja. Þannig að þetta verður n í þriðja. Þetta auðvitað ekki það sem við erum að leita að. En við getum samt notað liðunareygileika summunar, línuleikan, til þess að skrifa þessa summu núna upp á annan hátt. Það er að segja margfalda þetta på svigum, einfalda og þá vitum við náttúrulega samkvæmt því sem við gerum í Paskaverkefninu að k-in í þriðja styttast út. Við getum svo sem reiknað þetta hérna til hliðar. Kannski nóg fyrir okkur að reikna bara út k-1 í þriðja og þá fáum við k-1 í þriðja og nú notum við tvíliðregluna. Við kunnum þetta 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, þetta er tvíliðstöðlatir og við getum svo sem sett þá þristur, ás. Við skrifum út tvíliðregluna fyrir nákvæmlega. Nei, nú má ekki nota k. Ég veit nota hvernig er k, h, i, j, a. Hvernig er stafurinn a? A sem lög bara a hleyp frá 0 og upp í 3. Og tvíliðstöðlinn verður þá 3 veldu a að 3 og hér fáum við þá k í veldinu 3 mínus k og svo mínus 1 í k. Og svo rekjum við okkur bara upp. Eftir þessu ef að k-ið er 0 þá fáum við k í þriðja. K í þriðja. Og mínus 1 í 0 sem að verður 1. Og hérna, þegar k er orðið 2, nei, 1, þá fáum við 3 mínus 1, það er 2, þá fáum við k í öðru, og mínus 1 í fyrsta. Það er mínus 1, þannig við skulum bara setja mínusin hingað, mínus 1 sem við k í öðru. Og svona gengur þetta fyrir sig, pluss og mínus. Svo þegar við drögum þessa 4 liði hér frá k í þriðja, þá fáum við hérna formerkjabreyting og hérna liðina. Gleyma k-inu. Þannig við fáum 3k í öðru mínus 3k pluss 1. Þannig við ætlum að gera þetta aftur. Alveg saman hlut í raun og veru, það er að meta þessa hérna stærð. K jafnt og 1 upp í n. Hér höfum við þá 3k í öðru mínus k pluss 1. Sem sagt, þessi liða spurt á móti þessum og formerkin breytast á hinum. Svona. Nú ætlum við að nota línleigileikan og þetta verður svona, svo margfaldinn í sviga. Þetta er aðgerðin að taka summu. K og 1 upp í n, hér hefur við 3k í öðru, mínus, svo k hleypur á 1 upp í n og loks 1, k hleypur á 1 upp í n og svo notum við, ég strókaði það út, seinni eiginleika fyrir línulega aðgerðir. Þá tökum við þrist út fyrir aðgerð, hér er ekkert að taka og hér er ekkert að taka. Nema ekki að gleyma þristunum mínum. Það flýta sér hægt. Jú. Sjáum þarna tvíliðstöðluna. Og þá fáum við 3 sinnum k sem byrjar 1 hleypur upp í n yfir k í öðru, mínus 3 sinnum k byrjar 1 upp í n k pluss k hleypur 1
N, það var 1. Þetta hérna voru búin að kalla styttarnafni S2. Þetta hér kölluðu við styttarnafni S1 og þetta bara talan N. Við skulum samt setja það inn og núna ætla ég að sleppa N-unum, bara hreinlega til þess að þess að spara skrift. Það er að segja hérna bara frá því, ætla að láta S númer J bara vera SJ N. Þannig að hér fáum við 3 S2 mínus 3 S1 og svo svona ef okkur líka bara í forminu 3.0. Allt í lagi. Þessi er þessi, en í þriðja er kíkisröðin og þetta hér er líka kíkisröðin, svo að þetta er satt. Og það sem meira er að við vitum ekki hver formúla fyrir S2 er, en við getum sett inn formúlu fyrir þessar. Og við einangrum þá óþekktu stærðina, við erum að leita F3. Þannig að 3 sinnum S2 er N í þriðja og svo leggjum við 3S1 við báðar hliðar, þá styttist þessi út og við fáum 3S1 hérna og 3S1 og svo leggjum við mínus S0 við báðar hliðar og þá liðast þessi burt og við fáum mínus S0 og nú getum við skrifað F1 2 hér á F1 en þetta vitum við hvað er N í þriðja pluss 3 sinnum F2 var hálfur N í öðru pluss hálft N og F1 er bara N. Einföldum það og fáum N í þriðja pluss 3 aðrir N í öðru pluss 3 aðrir N mínus N. Einföldum það, fáum N í þriðja pluss 3 aðrir N pluss 1 og hálft N mínus 1 N er hálft N. Hálft N. Þetta punkt hérna og skrifið aftur 3S2, það er ansi langt og svo deilum við gegn með 3. S2 ég má núna segja hægri hliðin hér er lokaform, þannig ég ætla í næsta atriðinu að segja bara ég er búinn að finna F3 og deili ég með 3 í alla liði, það er 1 þriðji N í þriðja og deili með 3 hér þá fáum við hálfan svona þá fáum við hálfan N í öðru og svo deilum við með 3 í hérna, skiptum hálfum í 3 hluta þá fáum við 17 pluss 1 17 N og þetta er nú skulum við setja ennið þetta er þá og þá svo skrifum smá texta þá er þetta er Faulhaber
margliðan fyrir S2. Nú, í þessum hluta skulum við líka þátta því að það er ákaflega gott að geta, hvernig sem við komum því við, þáttað margliður. Það hjálpar okkur síðan til þess að finna rætur þeirra, það er að segja skurðbúnta vegsás, sem aftur hjálpar okkur bara til þess að leysa almennt margliðu jöfnur eða bara jöfnur. Og þess vegna skulum við þátta þetta form og við skulum ekki nota ágiskunaraðferðina því að það er eiginlega aðeins svo auðvelt. Það er að segja, við gerðum nú í síðasta fyrirlestri, heldur skulum við aðeins æfa okkur í það að nota almenna formúlu fyrir lausnarhæstusjöfnu. En það sem maður gerir alltaf er að reyna að horfa á liðina og finna það sem sameiginlegt er, og hvenær sem við höfum almenn brot þá finnum við minnsta samnefnara og tökum hann líka út fyrir sviga, við erum að beita dreifireglu. Og hér er minnsti samnefnari 6, hér þarf ég að lengja með 3, hér þarf ég að lengja með 2. Þannig að við getum tekið allavega 6 út fyrir og n er þáttur í hverju lið, þannig við tökum líka n út fyrir. Eftir stendur, já, hér lendi ég með 2, þannig að hér höfum við 2n í þriðja og hér lengdum við með 3, þannig að hér er þristur. Hér er 1 og margfald mattur upp inn í til þess að sjá hvort þetta er ekki rétt og sjá náttúrulega að þetta er vitlaust uppskrifað. Það er 2, aða, svona. N í þriðja, N í öðru og N í fyrsta passar og stöðlatir. 2/6 í þriðji, 3/6 hálfur, 1/6, 1/6 fíntir. En til þess að stemma ekki niður stöðuna mína þá ætlum ég að taka þetta annað og segja að þetta er bara svona eitthvað nýtt sem við erum að skoða, að F3n má líka fá með þáttun á þessu formi. Og jú, allt í lagi. Við gerðum þetta svona, við prófuðum að giska á hér var 2n, hér var n, hér var 1 og hér var 1. Og svo margfalduðu upp á svigum, fyrir 2n í öðru, hér eru 2n pluss 1n, það er 3n og svo 1 sinni 1 eru 1, passar. En við ætlum að einbeita okkur að þessu hér. Þetta er annars stigs margliðan. Nei, við ætlum að einbeita okkur óþáttaðri annars stigs marglið í breytunni n og þátta hana. Og almennt er það formið einhvern veginn svona a n í öðru pluss 3n pluss 1. Kannski finnst mörgum þægilegra að hugsa bara um þessum x í öðru pluss bx pluss 1 eða vanist því. Og við ætlum að nota þessa reglu hér að við þáttum svona. Þetta er x mínus r1 sinum x mínus r2 þar sem r, ef að gera þetta svona, rk er mínus b pluss mínus b í öðru mínus 4ac, svona rekna báðar í einu, deilt með 2a. Það sem að
K-ið er 1 og 2. Lesa að hér skrifum við þá upp A-ið er 2, B-ið er 3, C-ið er 1. A-ið er 2, B-ið er 3, C-ið er 1. Þetta fær ramma. Svo lesa RK-in eru -3 plus mínus og svo reiknum við B-ið er -4C, það er aðgreinirinn 9 mínus 4 sinnum 2. 9 mínus 8. Það er 1. Aðgreinirinn 1 og það er svona, þetta er stundum kallað stuttunafni D fyrir diskriminant og rótin af einum er 1 og svo er við 2a eða 2 sinnum 2, það er 4 og þá fáum við plúsin er hérna fyrir ofan, þannig að tökum -3 plus 1, það eru -2 deilt með 4 -2 deilt með 4 með -0,5 fáum -0,5 og -1. Nú þá setjum við, skulum segja að þetta sé R1, þannig við setjum R1 hér, fáum x mínus hálfur, þannig við fáum x plus hálfur. Skulum segja að þetta sé þá R2 og setjum þá x mínus 1 eða x plus 1. En í okkar dæmi höfum við þá n, Pálhamper 3 af n, þessi stendur bara hér og bíður, en við erum að þátta hitt í 2 sviga. Æð, til æð þá fáum við 2. Svo setjum við svigana, í staðan fyrir x erum við með n og n og n mínus hálfur er n plus hálfur og mínus 1 er plus 1 og svo skulum við margfelda tvistin inn í þennan sviga, þannig við fáum n yfir 6 2n plus 1 og n plus 1, þannig að við getum þáttað. Svo ætlið þið að þátta fleiri fálhampermargliður og það er eiga það alltaf sammerkt að það er engin fastur liður í þeim. Það er að segja það er engin fasta liður. Ef við horfum til dæmis á þetta sem er á bókina Bernoulli, hér er engin fasti, það endar á n, engin fasti. N í öðru, endar á n, endar á n í öðru, endar á n, endar á n í öðru, endar á n, endar á n í öðru, endar á n og þá er ég að tala breytuna n með lægstu lífvísi. Þar með er þetta að taka n alls staðar og fyrir sviga og stundum n í öðru. Þannig að alveg minnstakosti að þessum fyrstu þá er hægt að nota lausn á annars stigs jöfnu til að græja þetta. Ég ætla að segja þetta gott um Fálhaber og